Á Eskifirði nú í vikunni. Rækjuvertíðin hefur gengið nokkuð brösuglega á Eskifirði, það sem af og því þetta talsverð búbót fyrir rækjuvinnslu staðarins. Þórarinn Hávarsson, okkar maður á Eskifirði, tekur við. Eftir því sem gamlir Eskfirðingar hafa tjáð mér, hefur rússneskur verksmiðjutógari aldrei lagt hér að bryggju. En þessi rauði fáni blakti hér við hún árið 1965, en þá kom rússnesk skip að lesta hér síld. Það var talið óvenjulegt á þeim tíma, en ennþá óvenjulegra nú, þar sem þeir eru að landa 140 tonnum af úthafsrækju, sem fer til vinnslu í rækjuverksmiðju Hrafnstugs Eskifjarðar. Þetta þýðir að vinnslutíminn lengist sem nemur það bil 1,5 mánuði, og þess má geta að á síðustu vertíð voru 400 tonn unnin í verksmiðjunni. Ástæðuna fyrir löndun hér á Íslandi segja þeir hærra verð, en hásetaðs hlutur getur aukist alltaf 33% með það verð sem greitt fyrir aflann í Múrmansk, en þaðan togarinn gerður út. Áhugnin sem 31 maður hefur verið fókusinn á bótum Eskifjarðar, á læðiflokkum, á loðhúð og nota í öllum skólaskotum. Það bílhræðum til kaups. En eitthvað virðist lítið vera til að þeim, enda Eskifjörður er annálaður fyrir snyrtimennsku. Þessa bíla eru þeir þó búnir að kaupa eftir mikla leit, bæði hér á Eskifirði og Reyðarfirði. Og synd að segja annað en að rússarnir komi á hárréttum tíma í hreinsunarátakið. Þeir eru búin að vera 46 daga á sjó og halda nú heim með bílana og restina af aflanum sem eru 25 tonn meðal annars að karfa.